Já, ágætu tilheyrendur, ég vil byrja þessa framsögu á því að óska Glerárkirkju og öllum þeim sem hér starfa til hamingju með 25 ára vígsluafmæli kirkjunnar og þakka sérstaklega þann heiður að fá að ávarpa ykkur hér að þessu tilefni. Yfirskrift þessa erindis Guðshús nýrra tíma, Glerárkirkja og byggingarsaga. Til að fyrirbyggja allan misskilning þá var það ekki ætlun mín, aðkomur mannsins að sunnan, að rekja byggingarsögu Glerárkirkju að neinu marki, enda eru aðrir hér inni sem að þekkja hana miklu betur og til þess hæfari að gera henni góð skil. En ætlun mín hins vegar að lýsa í mjög grófum dráttum þróun steinsteyptra kirkjubygginga hér á landi. Allt frá því að farið var að nota það efni til að reisa guðshús hér í fyrsta sinn. Þetta viðfangsefni mér nokkuð hugleikið þessa dagana því að mér var falið það verkefni að skrifa yfirlitsgrein þetta efni í lokabindi ritsafnsins kirkju Íslands. Þannig að ég svona í og með að nýta mér þá vinnu í þessu framlagi vinnu hér. En í lok erindisins þá ætla ég náttúrulega sjálfsögð að víkja þessari byggingu og kannski reyna að draga pínulítið fram hvernig form hennar og innri gerð ber í sér ýmsa þætti hinnar sögulegu þróunar íslenskra kirkjubygginga á 20. öld. Í inngangja sýningaskrá Félags íslenskra teiknara sem Hörður Ágústsson, listmálar og fræðimaður ritaði árið 1965 að finna hugleiðingu umbúðir og innihald. Hörður vitnar í orð gamalla manna haldað því fram að umbúnaður allur skiptir litlu máli, innihaldið sé fyrir öllu. Hörður segir þetta viðhorf skiljanlegt hjá snauðu fólki, þar sem allt nema öllum brýnustu nauðsynja var dæmt úr leik. Hann bendir á móti á að fagur umbúnaður sé aðalsmerki hins siðaða manns, að einkenni glæstra menningarskeiða sé ríkuleg tilreiðing umbúnaðar. Listmennt í víðasta skilningi sé viðleitni mannsins til að móta hvern hlut sem hann smíðar, fagursmíð. Þannig eigi umbúnaðurinn eða umbúðirnar líka sitt innihald. Kirkjubyggingin helgur staður, umgjörð Kristi helgihald og safnaðarstarf. Sem slík hún umbúðir utan það góða starf sem þar fer fram, en hvorki aðalatriði þess né tilgangur. Líkt og annar umbúnaður eiga húsin sitt innihald, óháð hlutverki þeirra. Þegar að vel tekst til, nær hinn byggða umgjörð að tala til andans, vekja hugrif, kalla fram andrúm, helgi og tilbeiðslu í tilviki kirkjubyggingar. Þetta sá galdur sem við gjarnan kennum við arkitektúr eða byggingarlist. Kirkjur landsins auk þess vitnisburður andlegt líf kynslóðanna og menningu hvers byggðarlags, enda var oftast meira til slíkra húsa vandað en veraldlegra íbýla. Og nærtækt að vísa í gömlu timbur- og torfkirkjurnar hér allt sem eftir standum allt land, sem afar dýrmæt og áþreifanleg tenging við gamla sveitasamfélagið, sem nú að mestu horfið sjónum, byggingar sem tenging okkar nútíma manna við rætur okkar uppruna. Og fyrir þessa góðu sókn mikils virði að eiga gömlu lögmannslíðarkirkju sem slíkt dæmi. Og þetta hef ég upplifað allt land í gegnum starf mitt hjá Minjastofnun Íslands því að stór hluti af okkar verkefnum sem á sviði húsverndar tengjast þessum gömlu kirkjum. Þróun ytra forms og innri gerðar kirkjubygginga á 20. öld hér á landi
endurspeglar þær víðtæku breytingar á íslensku samfélagi sem hófust með vélvæðingu fiskiskipa eftir aldamótin 1900. Það leyti bjuggu 3 af hverjum 4 íbúum landsins í sveitum. Fáum áratugum síðar hafði þetta hlutfall snúist við. Flótti fólks úr sveitum, hraður vöxtur bæjanna og sameining smærri sveitasókna kallað á ný og stærri kirkjuhús sem oftar en ekki fengu þar hlutverk að vera áberandi kennileiti í staðarmynd ört vaxandi þéttbýlisstaða. Annað sem skiptir sköpum fyrir þróun kirkjubygginga í upphafi 20. aldar var tilkoma steinsteypunnar. Þessi nýja byggingaraðferð hafði sérstaka þýðingu hér á landi þar sem unnt var að reisa varanlegri og eldtraustari hús úr innlendu efni á hagkvæmari hátt en áður hafði verið kleift. Ingjaldshólskirkja á Snæfellsnesi elst steinsteyptra kirkna á Íslandi, reist árið 1903. En kirkjan sem við sjáum á þessari mynd, Eiríksstaðakirkja á Jökuldal, hún elsta steinsteypukirkja utan þéttbýlis á Austurlandi, reist árið 1913. Hún hefur að segja má vissa sérstöðu meðal steinsteyptra kirkna vegna smæðar og staðsetningar og barmi gljúfurs jökulsár og dal. Þeir sem að fyrstu steypukirkjurnar reistu urðu að yfirstíga tæknileg vandamál og listræn álitaefni án þess að hafa nokkur fordæmi eða fyrirmyndir að styðjast við. Fáþekkt dæmi voru notkun hins nýja efnis til kirkjubygginga í öðrum löndum og það var alls ekki augljóst hvaða byggingarstíl hefði því best. Líkt leyti og steypan kom til sögunar hófu fyrstu fagmenntuðu húsameistararnir og verkfræðingarnir að starfa hér á landi. Fram að því höfðu forsmiðir, oft þeir sömu og reistu húsin, líka séð að teikna þau. Í kjölfar heimastjórnar 1904 og skipun fyrsta ráðherrans með búsetu í Reykjavík færðist ákvarðanataka verklegar framkvæmdir inn í landið. Árið 1906 réð landsstjórnin húsameistara til starfa sem ráðuneytisins opinberar byggingar. Fyrstur til að gegna þessu embætti var Rögnvaldur Ágúst Ólafsson, sem nefndur hefur verið fyrsti íslenski arkitektin. Verkefni hans voru að gera uppdrætti á opinberum mannvirkjum, hafa eftirlit með framkvæmdum og veita ráðgjöf. Og það var ekki síst vegna kirkjubygginga sem hann var ráðinn í þetta starf. Rögnvaldur Ólafsson var frumkvöðull kirkjubygginga með nútíma sniði. Fyrsta skrefið í átt að róttækri endurhugsun kirkjurýmisins birtist í krosslaga kirkjum hans að Hjarðarholti í Dölum og á Húsavík, báðar byggingarnar reistar úr timbri. Sú síðarnefnda nýtur þeirra sérstöðu að standa á lóð við mótveggja megin gatna í bænum. Staðsetning kirkna við gatnamót var algeng í borgum og bæjum erlendis. Ekki því síst vestanhafs þar sem að skipulag bæjanna myndi oft á taflborð eða rúðustrikað blað. Form Húsavíkurkirkju tekur mið af staðsetningu hennar í skipulagi bæjar sem líka ákveðin nýlunda á þessum tíma. Turn hennar með aðalingangi myndar áberandi kennileiti næst götuhornina. Jafnframt blasir kirkjan við frá innsiglingunni til Húsavíkur. Enda þótt Rögnvaldur væri höfundur á nokkrum fegurstu timburhúsum aldamóta áranna, beindist faglegur áhugi hans sem arkitekts allur af möguleikum steinsteypunnar sem framtíðar byggingarefnis hér á landi. Það kom í hans hlut að skapa fordæmi notkun steypu í kirkjubyggingum hér á landi og sú kirkjugerð sem hann mótaði úr því efni hélst að mestu fram yfir seinni heimsstyrjöld. Fyrsta steinsteypubygging Rögnvaldar var Bíldudalskirkja, reist á árunum 1905-6. Þessi kirkja heilsteypt í formi
Einkenni hennar gott innbyrðis samræmi sem vitnar traust listræn tök höfundarins á verkefninu. Rögnvaldur kaus að velja þessari byggingu hófstilltan rómanskan stíl og til þess að gefa efninu þessu dauða nýja efni líf og fegur þá mótar hann hleðslumynstur í flötinn og sem að í þessu tilviki ekki steypan heldur múrað yfir borðina steyptu veggja. Þingeyrakirkja næst í röðinni hjá steypukirkjum Rögnvaldar, litrík og fagurlega mótuð innansmíð innan í steyptri veggtóft með formeinkennum Gotneks stíls sem ekki hafði áður verið útfærður í steypu hér á landi. Skreyti kirkjunnar hófstillt á ytra borði en inn í kirkjuskipinu margbrotin burðargrindin í þakinu dregin fram sem helsta sérkenni hússins. Og augljós áhrif í þessari kirkju eru frá timburkirkjun á Stóranúpi í Gnúpverjahreppi sem Rögnvaldur teiknaði árið áður, innblásinn af horfinni útbrotakirkju með miðjuskipi og mjóri hlíðarskipum sem hafði staðið á þeim stað á fyrrihluta 19. aldar. Hafnarfjarðarkirkja var stærst af kirkjum Rögnvalds og sú seinasta sem hann teiknaði var vígð árið 1914. Í þessu verki þá þróaði Rögnvaldur krossarma grunnmynd langkirkju með 2 þverskipum út frá jafnarma krosslaga grunnmynd fyrri kirkna. Turn við vesturstafkirkjunnar rís á móti innsiglingunni í höfnina. Rögnvaldur Ólafsson les langt fyrir aldur fram úr Berglum árið 1917. Samstarfsmaður hans frá upphafi var Einar Erlendsson húsameistari sem leysti hann af í langvarandi veikindum og undirritaði meðal annars teikningar af nokkrum kirkjum fyrir hans hönd. Árið 1920, 3 árum eftir andlát Rögnvalds, var Guðjón Samúelsson skipaður arftaki hans í nýtt embætti húsameistara ríkisins. Guðjón var fyrstur Íslending á 20. öld til að útskrifast sem arkitekt frá Konunglegu listaakademíunni í Kaupmannahöfn í febrúar árið 1917. Með hugmyndum sínum og verkum hafði Guðjón víðtæk áhrif á þróun íslenskra húsagerðarlistar á 30 ára embættistíð sinni frá 1920 til 1950. Hönnun kirkjubygging á steinsteypu var veigamikil þáttur í ævistarfi hans og listsköpun. Ásamt samstarfsmönnum sínum gerði hann uppdrætti að hátt í 50 kirkjubyggingum víða land. Þar af eru 33 byggðar úr steinsteypu. Einar Erlendsson sem hafði unnið áður með Rögnvaldi var samstarfsmaður Guðjóns þau 30 ár sem hann gegndi í embætti og Einar undirritaði uppdrætti á nokkrum kirkjum í nafni þess embættis. Hérna sjáum við dæmi nokkrar lítið þekktar kirkjur sem Guðjón gerði uppdrætti af, nokkrar af þessum fjölmörgum steypukirkjum sem hann byggði víða land. Og þær fylgja hefðbundnu langkirkjusmíði með þrískiptu formi, eins og við sjáum á kirkjunni neðri röð til vinstri, með forkirkjuturni, framkirkju og kór. Þessar byggingar eru mótaðar af hlutfallareglum klassískra byggingarlistar sem Guðjón hafi tileinkað sér á námsárum sínum. Framan af einkenndi stíl kirkna hans af hófstilltum nýrómanskum og nýgotneskum stíl, en eftir 1930 tók hann að þróa útlit bygginga sinna í átt til einfaldari, teningslaga forma undir vissum áhrifum frá funksionalisma. Sæbólskirkja á Ingalsandi ein 4 kirkna Guðjóns sem friðlýst og eini fulltrúi á fríðunarskrá fyrir allar þær sveitakirkjur sem hann teiknaði. En Guðjón, hann má geta þess að Guðjón teiknaði líka Ábæjarkirkju í Skagafirði og Víðirhólskirkju á Fjöllum. Þetta eru með minnstu guðshúsum landsins. Þannig að það var ansi mikið stökk frá þeim og yfir í Kristkirkju, Basilíku Krists konungs í Reykjavík á Landakotshæð, en hún hefur þá sérstöðu meðal íslenskra kirkjubygginga að vera kaþólsk dómkirkja.
embættiskirkja biskups kaþólsku kirkjunnar á Íslandi. En hún fékk stöðu dómkirkju árið 1968. Kristkirkja er áberandi kennileiti í borgarmynd Reykjavíkur þar sem hún stendur efst á Landakotshæð. Árið 1920 lauk Guðjón við fyrstu tillögu sína að kaþólskri kirkju í Reykjavík sem hann kallaði Jesú Hjerte Kirke. Teikningin sem við sjáum hér á vinstri hönd sýnir langkirkju með forkirkjuturni í þjóðernis rómantískum anda, líkt og mörg verkefni Guðjóns frá fyrstu starfsárum hans. Trúboðsdeild Páfastóls mælti hins vegar fyrir að kirkjan á Landakoti yrði að vera í gotneskum stíl. Guðjón féllst á að vinna nýja tillögu á þeim grundvelli, en jafnframt notaði hann tækifærið og innleiddi persónuleg og þjóðþjóðleg einkenni innan þess ramma sem að hinn gotneska stíltegund leyfði. Sjónarmið bæjarskipulags réðu mestu staðsetningu Kristkirkju og stefnu. Guðjón taldi að kirkjubyggingin ætti að vera þungamiðja í skipulagi hvers bæjar, áberandi kennileiti og leiðarljós sæfarenda. Það er ekki tilviljun að höfuðdyr og turn Kristkirkju snúa í átt að innsiglingunni í Reykjavík, helstu aðkomuleiðinni til landsins á þeim tíma. Sem aðalhöfundur fyrsta heildarskipulags Reykjavíkur gat Guðjón haft áhrif á staðarval kirkjunnar og útfærslu byggðar umhverfis hana. Megin sérkenni Kristkirkju er hinn nýgotneski stíl og óvenjuleg útfærsla hans í framandi efni, steinsteypu. Aðstæður hér á landi voru slíkar að ekki var raunhæft að reisa kirkju með súlum og háum hvelfingum og hlöðnum steini. Því lá beint við að byggja úr steinsteypu enda þótt engin fordæmi væri fyrir notkun hennar á þennan hátt í nýgotneskri kirkju. Af þessu leiddu margvísleg tæknileg vandamál sem arkitekt kirkjunnar og byggingameistarinn Jens Eyjólfsson urðu að finna lausnir á. Hinar háu, mjóslegnu steinsteypusúlur í kirkjuskipinu voru tæknilegt afrek á þess tíma mælikvarða. Og það átt líka við krosshvelfingarnar sem rísa milli súlnanna, en þær voru gerðar úr vikursteypu sem var húðuð á vírnet. Í Kristkirkju fór Guðjón Samúelsson þá leið að tengja gotnesk stílbrigði við íslenska byggingarhefð og náttúru. Leið tókst honum að finna farveg fyrir eigin sköpun og stílhugsun innan ramma hins alþjóðlega stíls. Skírskotun hans var tvíþætt. Annars vegar minna bustir kirkjuskipsins á sunnlenska sveitabæ með rauða timburþilja á móti hlaði. Hins vegar notaði hann fyrirmyndir af skreyti og ríki íslenska náttúru til að fegra og létta hið dauða yfirborð steypunnar. Á hornum turnsins og milli burstana á kirkjuskipinu eru upphleyptar veggsúlur með gáruðum fleti í líki stuðlabergs. Upphaflega voru silfurbergsmólar í ístarlagi múrsins á útveikjum kirkjunnar sem að seinni tíma viðgerðir hafa hulið. Kristkirkja var stærsta og veglegasta kirkjubygging landsins hún var vígð árið 1929. Sú staðreynd að veglegasta kirkjubygging landsins á fyrri hluta 20. aldar var helgidómur kaþólsks safnaðar. Má segja hafi ýtt undir vissan metnað þjóðkirkjumanna að reisa höfuðkirkju landsins á Skólavörðholti sem sæti öllu hærra og yrði stærri og glæsilegri en Kristkirkja. Á 3. og 4. áratug 20. aldar fór að fjölga í stétt menntara húsameistara. Fyrsta fagfélag þeirra var stofnað 1926. Eitt helsta baráttumál þess var að þróa samkeppnir sem sanngjarna og heppilega leið til þess að ná fram bestu úrlausn frá sjónarhóli byggingarlistar. Fyrsta samkeppni kirkjutekníku svo vitað sé var haldin 1929 fyrir nýja kirkju, dómkirkjusafnaðarins eða Hallgrímskirkju á Skólavörðuhæð. Skilyrði gotneskan stíl sem voru sett fram í útboðinu
urðu til þess að félagsmenn fagfélagsins tóku ekki þátt í keppninni. Það bárust í fáar tillögur og enginn þeirra var talin nothæf að mati sóknarnefndar. Árið 1930 var boðin út samkeppni teikningu fyrir nýja kirkju á Akureyri. Taka skyldi 800 manns í sæti á gólfi. Ekki var áskilið að svalir skyldu verið í kirkjunni en 300 manna salur í kjallara til fermingar, undirbúnings og æskulýðsstarfs. Fyrstu verðlaun hlaut danskur arkitekt sem bjó þá hér á landi, Arne Finsen, en honum hafði stuttu áður verið falið að teikna Siglufjarðarkirkju. Við nánari skoðun komst sóknarnefnd Akureyrar að því að kirkja Arne væri of stór og auk þess sem að þeim líkaði ekki teikningin að öllu leyti. Næsta kirkjusamkeppnin var árið 1935 teikningu af minningarkirkju séra Hallgríms Péturssonar að Saurbæ í Hvalfjarðarsveit. Dómnefndin sem fjallaði þær tillögur, hún var ekki einhuga niðurstöðuna og hlaut engin uppdráttur fyrstu verðlaun. Niðurstaðan var sú að undirbúningsnefndin leitaði til Guðjón Samúelssonar og fól honum að teikna þá kirkju sem að hér sést. Það var byrjað að byggja hana árið 1939 og voru steyptar undirstöður og gólfplata kirkjunnar. Það var búið að því þegar að seinni heimsstyrjöldin skellur á. Í stríðinu þá var hlé á framkvæmdum við kirkjuna vegna fjárskorts meðal annars og hófust þær ekki fyrr en árið aftur fyrir 1953 en þá hafði verið ákveðið að breyta stefnu og byggja eftir annarri teikningu. 1930 fór áhrif frá nýrri stefnu í byggingarlist, funksjónalisma eða módernisma að gæta í íslenskri byggingarlist. Á kreppuárunum tók ný kynslóð arkitekta við því forystuhlutverki nýsköpunar í íslenskri húsagerð sem Guðjón hafði haft fyrir 1930. En það leyti tók hann að kenna sér vanheilsu sem hafði mislamandi áhrif á starfsþrek hans. Enga síður teiknaði Guðjón Samúelsson margar merkar byggingar á seinna skeiði starfsævi sinnar milli 1930 og 1950 og áhrif hans á íslenska byggingarlist voru eftir sem áður víðtæk. Og þá ber sérstaklega geta tilrauna hans með notkun íslensks bergmulnings, hrafntinnu, kvarts og silfurbergs til húðunar á steyptum útveggjum, tækni sem hann þróaði í tengslum við byggingu Þjóðleikhússins. Árið 1934 leitaði sóknarnefnd Akureyrarkirkju til Guðjón Samúelssonar og bað hann að gera frumdrætti að kirkjubyggingu á Grófargilshöfða. Hann hófst þó ekki handa við teikningar fyrir 3 árum síðar eða 1937. Líkt og margir arkitektar sem menntaðir voru í klassískum anda, kaus Guðjón að samræma sígildar formlausnir við sjónarmið funksjónalisma einfaldleika og hreinan stíl. Þetta sést glöggt í Akureyrarkirkju sem að í grunninn fylgir nýgotneskri langkirkjuhefð með kórbak og forkirkjuturnum. Stílsögulega liggur Akureyrarkirkja á milli Landakotskirkju og Hallgrímskirkju. Líkt og þær byggir hún á hugmynd gotneskan kirkjustíl með íslenskum blæ en þó heilsteyptara verk í listrænu tilliti, ekki síst þar sem hún var í nokkuð meiri samhljóm við byggingarlist samtímasins en hinnar báðar. Veigamikill þáttur í ævistarfi Guðjóns Samúelssonar að vinna hans að skipulagsmálum. Hann bar hita og þunga af umfangsmiklu mótunarstarfi fyrstu skipulagsnefndar ríkisins. Í þeim tillögum birtist hugmyndin kirkjubygginguna sem þungamiðju í ásýnd og skipulagi íslenskra þéttbýlisstaða. Og samkvæmt hugmyndum Guðjóns átti stefna kirkju fremur að ráðast af aðstæðum í skipulagi og umhverfi en hinni gömlu hefð höfuðáttir. Í mörgum tilvikum var gafli og turn í kirkjuna beint á móti hafi og innsiglingu með þeirri ætlan að leiðarljós hafnarinnar væri sett í turnin. Þessi fallega sýn kirkjuna sem leiðarljós og kjölfestu íslenska strandbæjarins bjó að baki staðarvali kirkjubygginga víðum land þar sem að Guðjón Samúelsson kom að máli. En hvergi þó útfærsla þeirrar hugmyndar áhrifameiri en á Akureyri.
Og það gaman, þetta myndir hér af gömlu Akureyrarkirkju sem stóð í innbænum, sem að Jón Stefánsson, byggingameistari, teiknaði og byggði árið 1862. Og til vinstrið, þetta þekkið þið nú eflaust öll hér inni, til vinstri mynd af kirkjunni í sinni upphaflegu mynd, en hún var mjög sérstök að því leyti að hún þar fylgdi höfundurinn tilfinningu sinni það að eðlilegra og fallegra væri bæjarmyndinni að láta turn kirkjunnar vera á austurstafni hennar á móti firðinum og undan brekkunni. En hann fylgdi hins vegar líka hefðinni réttar áttir, þannig að inngangurinn var á vesturstafninum. Nú þetta þótti Akureyringum frekar furðulegt fyrirkomulag og enginn var sáttur við það, þannig á endanum þá var þessi turn rifinn og annar gerður við vesturstafnin sem að sést á myndinni til hægri. Þannig að það verður nú að segjast að þessi mynd sýnir það nú kannski ekki vel, en maður hefur séð það á öðrum myndum sem sýna hann í samhengi sínu að þetta sat nú ekki fallega í landinu. Þannig að þetta hefur verið ákveðið basl hérna á Akureyri að finna út úr því hvernig kirkjur eiga að snúa. Erfitt að samræma hefðina og staðhætti. En Guðjón Samúelsson í sínu skipulagi Akureyri þá stígur hann mjög mikilvægt skref sem það að beina byggðinni upp á brekku. Og það nú langt mál að fara út í það og ég hef áður fjallað það, en eitt af snilldarhugmyndum hans var einmitt þessi að stilla kirkjunni þannig upp að hún blasti við bæði ekki bara frá hafi heldur líka frá aðalgötu bæjarins. Og jafnframt að tröppurnar upp að kirkjunni yrði í rauninni tengiliður milli hins nýja bæjarhluta og gamla bæjarins fyrir neðan brekku. Og hann notar kirkjuna markviss sem byggingarlist til þess að mynda þessa brú á milli og yfir þessa hindrun sem að brekkan og Akureyri vissulega er. Og já. Nú, seinasta kirkjan sem að Guðjón teiknaði var Laugarneskirkja. Hugmyndin að henni mótaðist á árunum 1937–41. Á sama tíma á Guðjón var hann að frumdrögum Hallgrímskirkju á Skólavörðuholti. Laugarneskirkja er svo kirkjuna hans sem að ber sterkust útlitseinkenni funksionalisma. Líkt og í Akureyrarkirkju kaus Guðjón að vinna með hefðbundið form byggingar byggt á þekktri sögulegri fyrirmynd. Leið lagaði hann útfærslu þess að anda formskirkjunar að anda samtíða sinnar í efnum og formi. Í heimildum byggingu Laugarneskirkju ekki að finna vísbendingar að stíll hennar hafi þótt umdeildur eða ókirkjulegur í augum samtíðamanna. Segja má að í þessu verki hafi Guðjóni tekist að feta nokkuð hinn gullna meðalveg milli hefðar og nýbreytni. Hann skapaði heilsteypt og persónulegt verk sem endurspeglar samtíð sína án þess að ögra hefðbundnum gildum og viðhorfum til kirkjubygginga. Vart hafa harðari deilur rísi hér á landi viðhorfi byggingarlist en þær tengjast kirkjubyggingum miðja 20. öld. Þar skiptust í fylkingar þeir sem héldu fram hefðbundnu formi og stíltegund og hinir sem vildu að gerð og útlit bygginga mótaðist af eiginleikum efnisins og notagildi hússins. Mesta orrahríðin stóð tvær kirkjur í Reykjavík, Hallgrímskirkju á Skólavörðuholti eftir Guðjón Samúelsson og Neskirkju í Vesturbænum eftir Ágúst Pálsson. Deilan síðarnefndu kirkjuna var í raun afleiðing átaka þá fyrri sem snerist að mestu leyti samkeppnismál arkitekta og sterka stöðu embættis húsameistara ríkisins. Árið 1938 fólu sóknarnefnd Dómkirkjusafnaðarins og ríkisstjórnin Guðjóni Samúelssyni að teikna og standa fyrir byggingu Hallgrímskirkju á Skólavörðuholti. Líkan og teikningar voru kynnt í blöðum í júní árið 1942. Stutt eftir kynninguna kom fram gagnrýni frá arkitektum og fleirum að nauðsynlegt hefði verið að halda samkeppni uppdrátt af svo mikilvægri byggingu.
Jafnframt skrifuðu listamenn og arkitektar í blöðin og gagnrýndu fundu ýmsa formfræðilega annmarka á tillögu Guðjóns. Jónas Jónsson frá Hriflu, alþingismaður, hann brást hart við þessari gagnrýni og ritaði grein 4 samkeppniskirkjur í Tímann árið 1943 í febrúar. Og þar birti hann með greininni 4 útlitsteikningar úr keppninni Hallgrímskirkju í Saurbæ, sem tilvitnun hefst: forstöðunefnd byggingarinnar taldi allar gersamlega fráleitar. Jónas sagði útboð opinberra byggingar ætíð hafa misheppnast. Hér væru of fáir og reynslulitlir menn til að fjölbreytt keppni gæti átt sér stað stórbyggingar. Hins vegar hefur húsameistara ríkisins tekist nokkrum sinnum að leysa hina vandasömustu byggingarmál kirkna og hefði hann með verkum sínum sýnt að hann gætur óvenju mikilli skapandi gáfu og hagsýni í listinni. Það var með öðrum orðum að mati Jónasar engin hæfur til að teikna kirkjur á Íslandinu með Guðjón Samúelsson. Með samkeppninni tillögu Neskirkju árið 1944 og verðlaunatillögu Ágústs Pálssonar sem er efst hér á þessari mynd. Þetta er blaðafregni sem tilkynningin þar sem þetta var tilkynnt. Við sjáum hérna fyrir neðan tillögur sem voru í 2. og 3. sæti, svo í miðju eftir Bárð Ísleifsson sem var Akureyringur og svo neðst eftir Sigurð Guðmundsson og Eirík Einarsson, þessi með 2 turnum. En fram á þessum tíma þá höfðu sem sagt íslenskar steinsteypukirkjur verið reistar með hefðbundnu lágkirkjusniði í nýrómanskum eða nýgotneskum stíl, ýmist með eða án forkirkjuturns. En í Neskirkju voru skýrt skilgreindar notkunarkröfur í fyrsta sinn lagðar til grundvallar í mótun heildarforms og innra skipulags kirkju án þess að vísað væri í sögulegar fyrirmyndir. Neskirkju má því með réttu kalla fyrstu íslensku nútímakirkjuna, enda var hún það í augum samtíðamanna. Tillaga Ágústs Pálssonar var fyrsta íslenska kirkjan sem að öllu leyti var mótuð og hugsuð í anda módernisma. Form kirkjunar var skapað með það í huga að hljómur og dagsbirta fengju sem best notið sín. Engin turn var á kirkjunni, heldur var rýmið yfir kórnum, jafnframt sjónrænn hápunktur byggingarinnar, sem reis upp í stöllum og 2 áttum. Kross var á því horni kirkjunar sem hæst reis. Það nýmæli var í innra skipulagi að sameina mátti kirkjuskip og safnaðasal í eitt rými með færanlegum skilvegg. Og þessi tenging hafði að sjálfsögðu mikil áhrif á gerð og lögum kirkjunar, en slík tilhögun þykir nú nánast sjálfsögð í nýjum kirkjum. Og við sjáum hérna á vinstri hönd, það er grunnmyndin sem sagt af samkeppnistillögunni eins og hún var útfærð, en síðan var þetta langur og strangur vegur að fá þessa kirkjubyggingu reista. Hún var mjög umdeild og hérna, það er nú rakið allt saman sú saga í ritinu Kirkjur Íslands í grein þar, en á endanum var sem sagt kirkjan var minnkuð og einfölduð. Og við sjáum það að það er sérstaklega safnaðarsalur hérna á teikningu til hægri, þá þetta er sem sagt safnaðarsalurinn sem var hægt að opna yfir í kirkjuskipi. Hann er orðið miklu minni heldur en hann var í upphaflegu hugmynd Ágústs. Og hérna sjáum við, þið sjáum kannski rauðu línuna sem er dregin hérna yfir teikninguna. Þetta er í rauninni, rauða línan sýnir kirkjuna eins og hún átti að verða. Hún átti að verða sem sagt töluvert hærri, rísa meira heldur en veiti mann, og eiginlega svona pressuð niður í endanveri heims. Árið 1953 fól landsnefnd byggingu Hallgrímskirkju í Saurbæ, arkitektunum Sigurði Guðmundsssyni og Eiríki Einarssyni, að gera nýja teikningu af kirkju á staðnum, sem væri minni en sú sem Guðjón hafði teiknað, en það var orðið ljóst þá að kostnaður við að byggja hana var sögnuðinum algjörlega
ofviða. Og reyndar kannski ekki að segja söfnuðina því að þetta var náttúrulega fyrst og fremst, þetta er eina af þeim kirkjum sem nánast í eingöngu reist sem fyrir gjafafé. Það var svo sem ekki sérstök þörf á svona stóri byggingu fyrir þennan söfnuð sem frekar fámennur, en menn voru, og það er gaman að lesa það, að menn hafði mjög háleitar hugmyndir að Hallgrímskirkja Saurbær á Hvalfjarðarströnd yrði á árunum fyrir stríða, menn sá hann fyrir sér sem pílagrímastað, þar sem hann kæmi frá útlöndum að skoða heimsækja staðinn þar sem Hallgrímur Pétursson bjó og samdi sín ótrúlegu verk. En vandamálið var það að þessi nýja kirkja sem í allt öðrum stíl, hún þurfti að passa á sölkulinn sem var búið að steypa. Og þið sjáu teikningu Sigurðar hérna af því hvernig hún var aðeins styttri, það mótar, og ef maður gengur í kringu kirkjuna í dag þá sér maður móta fyrir undirstöðun, það koma svona fram undan veggjunum hér og þar. Leifar eða vitnisburður grunninn af kirkjunni sem aldrei reis. Þessi kirkja, hún er eina af markverðastu kirkjum eftir síðsárin og eitt best verk þessara tveggja arkitekta. Og hún er líka eina af þeim kirkjum þar sem að arkitektarnir útfærðu hvert einasta smáatriði í allri kirkjunni. Það er ekkert engin stílbrot í þessari byggingu. Hún vitnar, þessi bygging er laus við alla vísanir þjóðleg einkenni, en hún vitnar að vissu leyti áhrif erlendrar kirkjuhefðar. Og það tvinna saman í eina heild hefðbundi kirkjuform og nútímalega áherslur í efnisvali. Þessi kirkja er ólík öðrum hér á landi vegna hinnar samhverfu útbygginga beggja vegna kirkjuskipsins og líka, ég er ekki með mynd innan á henni, en hún er eins og kannski einhver ykkar að vitið, klæddað innan með tígulsteini. Endurreisn Skálholtsstaðar var eitt mikilvægasta mál íslensku þjóðkirkjunnar á 20. öld. Mikilvægt skref var stigið með byggingu íbúðarhúss og dómkirkju á árunum 1957–63. Hönnun nýrrar Skálholtskirkju er trúlega eitt vandasamasta úrlausnarefni á sviði byggingarlistar sem upp hefur komið hér á landi. Sú fæðing var ekki þrautalaus eins og aðalarkitekt kirkjunnar, Hörður Bjarnason, húsameistari ríkisins, staðfesti í blaðaviðtali árið 1986. Skálholtskirkja, tilvitnun hefst, Skálholtskirkja lagði með mestan vanda á hendur, var fyrirsögn greinarinnar. En hún var jafnframt það verk arkitektsins sem hann hefur mestar mætur á. Á því hvíldi þungi sögunar, svo aftur sé vitnað í orð Harðar. Á sama tíma var það krafa málsmetandi arkitekta og listamanna að öll sönn byggingarlist yrði skilyrðislaust að bera samtíðinni vitni. Margir þeirra voru óánægðir með að ekki skyldi fara fram samkeppni svo mikilvægt verkefni. Að teikna kirkju í Skálholti var áhættusamara en nokkuð annað sem ég tók að mér, sagði Hörður, og það var hreinasta blóðþrýstingsatriði. En séra Sigurbjörn Einarsson stóð mér þétt við hlið. Hann hafði beitt sér manna mest fyrir endurreisn Skálholts og sýndi mér fullt traust sem var ákaflega mikils virði. Lausn mín byggir á þeim grunni sem þarna er fyrir hendi, fyrri kirkjunni í Skálholti, allt frá miðaldakirkjunni til Brynjólfskirkju og annarra. Mælikvarðinn er þessi stórbrotni fjallarhingur Árnessýslu og víðsýnið sem þar er. Ég hugsaði mér að kirkjan yrði að gnæfa þarna eins og upprétt hendi. Herði til ráðgjafar við hönnun kirkjunnar voru þeir Magnús Pálsson, einn kunnasti arkitekt Normanna á 20. öld, höfðundur ráðhússins í Oslo, og Sigurður Guðmundsson arkitekt, og áttu þeir báðir drjúgan þátt í því að móta endanlega form og útlitseinkenni Skálholtskirkju. Í Skálholti og Saurbæ voru nútímaleg myndlistarverk. Nútímaleg myndlistarverk í fyrsta sinn valin til að gæða kirkjurými, andrúm, helgi og sögulegra vitmundar. Steindir glergluggar Gerðar Helgadóttir og áhrifaríkar altaristöflur þeirra Nínu Tryggvadóttur og finnska listamannsins Lennart Segerstråle setja áberandi svip á þessar kirkjur.
Við sjáum hérna á myndinni glugga Gerðar Helgadóttur í vesturskafni Hallgrímskirkju í Saurbæ, sem er fyrsti steindi kirkjuglugginn sem alfarið var unnin af íslenskum listamanni í nýja íslenska kirkju. Eftir seinni heimsstyrjöldina má merkja tvo meginstrauma í þróun íslenskra kirkjubygginga. Annars vegar í þá átt að láta form kirkjunnar mótast í vaxandi mæli af kröfum notagildi, samtengingu rýma og fjölþætt safnaðarstarf með sem hagalegustum hætti með tilliti til notkunnar. Það er þróun sem hófst með Neskirkju. Hins vegar var tilhneiging til að velja kirkjuhúsinu óvenjulegt form í anda nútímalistar, gjarnan með óbeinni vísan í stærðfræðileg grunnform og kristna táknfræði. Margir arkitektar sá á þessum tíma tækifæri til frjálsari formsköpunar í kirkjubyggingum en í veraldlegum húsum og má sjá það í mörgum þeim kirkjum sem risu hér á seinni hluta 20. aldar. Kirkjan sem við sjáum hér, Bjarnaneskirkja í Nesjum í Hornafirði, er á nefa eitt óvenjulegasta og magnaðasta kirkjubygging eftirstríðsáranna. Arkitektinn Hannes Davíðsson lagði grunninn að hönnun hennar miðjan 7. áratuginn, en kirkjan var ekki vígð fyrr en árið 1976. Hugsunin að leita lausnar viðfangsefnisins í eiginleikum efnisins liggur til grundvallar þessu verki, sem og glíman við dagsbirtuna, sem í þessu tilviki er virkjuð til að gæða efnið, lífi og skapa andrúm, helgi og tilbeiðslu í innra rými kirkjunnar. Fyrstur íslenskra arkitekta kaus Hannes að vinna með hugmyndina steinsteypuskel, þar sem veggir og loft renna saman í eitt form, sem ekki auðveldlega hægt að gera úr öðru efni. Veggir og þök Bjarnaneskirkju eru ein samfelld steypuskel, þar sem án einangrunar, nótabene, þar sem áferð timburmóta er sýnileg bæði utan og innan. Og það var sem sagt hugsun að baki því að einangra ekki kirkjuna vegna þess að hún var ekki notuð nema svona, ég veit ekki einu sinni í mánuði eitthvað slíkt, og í staðinn þá var mjög öflugt hitunarkerfi í kirkjunni, þannig að hún var bara hituð upp á milli athafna og þess á milli var hún köld, enda Bjarnanes á köldu svæði, þannig að það var ekki stöðugur og jafn hiti í henni. Þetta var alltaf hugsun Hannesar á þeim tíma. Hugmyndin að gefa nýstárlegu burðarformi táknrænt og upphafið hlutverk býr einnig að baki hugmynd þeirra Harðar Bjarnasonar, húsameistara og Ragnars Emilssonar, arkitekts af Kópavogskirkju. Byggingin er reist á áberandi stað og með tímanum hafa form hennar einnig öðlast sérstakt gildi sem tákn byggðarlagsins, endurspeglast meira að segja í merki Kópavogs. Í nýjum úthverfum Reykjavíkur sem byggðust á 7. og 7. áratug 20. aldar ruddi ný hugsun sér rúms í þeim kirkjubyggingum sem þar risu. Þannig var kirkjubyggingin ekki bara helgidómur heldur einnig miðstöð, safnaðar og félagsstarfs í hverfinu með margþættum nýtingarmöguleikum. Slík hugsun bjó að baki Langholtskirkju, en þar er samkomusalur staðsettur milli kirkjuskips og safnaðarheimilisins með sjálfstæðu anddyri. Og hérna sjáum við grunnmyndina af Langholtskirkju, en upphaflega þá var ráð fyrir því gert að það var milli kirkjunnar og safnaðarsalsins með léttum vegg, en í endanlegri gerð kirkjan var reyndar safnaðarheimili var fyrst byggt og var notað sem kirkja í mjög mörg ár, en svo reis aðalkirkjan seinna og þá í aðeins annarri mynd en upphaflega til hennar sýndi. Bústaðakirkja var næst í röðinni hinna stóru safnaðarkirkna, teiknað af Helga Hjálmarsyni arkitekt, sem á þeim tíma starfaði hjá húsameistara ríkisins. Hér leitast arkitektinn við að sameina í einu verki fyrsta flokks aðstöðu fyrir safnaðarstarf, en jafnframt gefa byggingunni nýstárlegt og einkennandi form, svo minnir á skúlptúr úr steinsteypu.
Og hérna sjáum við grunnmyndina af Bústaðakirkju, kirkjuskipið er hér og möguleika tengingu hér við safnaðarheimili. Og þessar mark og komið heilmikið rými fyrir margs konar safnaðarstað, þannig að þetta er náttúrulega mjög breytt staða frá því sem var þegar Guðjón Samúelsson var að teikna sína kirkju eftir sögulegri fyrirmynd. Nú, krafan fjölþætta samnýtingu í nútíma kirkjubyggingum kallar á flókin innbyrðis tengsl milli herbergja ef allt á að ganga upp. Og það getur verið býsna flókið fyrir arkitektin að fá innra skipulag til að ganga upp, samhliða því að gefa byggingunni fagurfræðilega mótað heildarform. Við sjáum hér grunnmynd af Fell- og Hólakirkju, en þar fóru arkitektarnir Gylfi Guðjónsson og Ingimundur Sveinsson þá leið að hafa form byggingarinnar frekar lágstemmd og einfalt, óbundið af stífum stærðarháttum eða burðarkerfum. Þetta gaf þeim færi á að móta grunnmynd með frjálsu flæðandi formi þar sem öll áherslan var á innri virkni, úthugsuð tengsl og sveigjanleika í nýtingu. Það er með húsin eins og bílana að áður en þau hljóta virðingarsess sem hluta menningararfi verða þau að ganga í gegnum ákveðið níðurlægingarskeið, ef svo má segja. Þannig er það oft með byggingar sem eru 20 til 30 ára gamlar. Þær eru ekki lengur nýjar og þykja oft ekki nægilega gamlar og merkilega til að verða enduruppgötvaðar eða settar á stall, líkt og fornbílar. Og jafnframt getur það verið erfitt fyrir þá sem er að fjalla söguna að greina sögulegt gildi bygginga sem eru svo nálægt okkur í tíma. Nú, þessi spurning kom upp í huga mér þegar Séra Gunnlaugur Garðarsson bauð mér að flytja erindi hér í tengslum við aldarfjórðungsafmæli þessa guðshús. Þá var sem sagt, og í framhaldi var það niðurstaða mín að reyna að draga fram í grófum dráttum mynd af þessari framvindu sem ég hef nú rakið, sem að þessi bygging er óumdeilanlega hluti af. Því það er svo gaman að því að þegar betur er að gá þá felur þessi bygging í sér mörg af þeim atriðum sem að ég hef talað hér á undan. Nú, Glerárkirkja, við sjáum hérna teikning Svans Eiríkssonar af útliti austurhlið kirkjunnar, suðurhlið kirkjunnar væntanlega, það ekki. Glerárkirkja Listarhólmi, lögmannshlíðarkirkju, litla sveitakirkju frá 19. öld. Og saman þá vitna þessar byggingar ólíka tíma og þær miklu samfélagsbreytingar sem orðið hafa á Íslandi á seinustu 100 árum. Og það er mikil svirði fyrir sóknuna finnst mér að eiga báðar þessar kirkjur sem svona tákn gamla tíman og nýja tíman og geta leitað í þær báðar sem helgidóm. Nú, Glerárkirkja er að sjálfsögðu byggð úr steinsteypu, þessu efni sem að meira en nokkuð annað hefur mótað íslenska byggingarlist á 20. öld. Og líkt og Akureyrarkirkja Guðjóns þá rís Glerárkirkja með táknrænum hápunkti í austurátt á móti sólarupprás og firðinum og tekur þannig á móti þeim sem koma bænum að hafi. En ólíkt fyrri kirkjusmíðum á Akureyri þá tekst Svani að sameina það að snúa forkirkju og kirkjuskipi altari rétt með tilliti til hefðarinnar stefnu frá vestri til austurs, en jafnframt móta formið með tilliti til staðhátta. Álfurnar tvær marka aðkoma að kirkjunni, byggingin tekur á móti manni með opinn faðminn svo vitna sig orð Séra Gunnlaugs. Form kirkjunnar er í anda þeirra þróunar sem ég hef talað og hófst með Neskirkju Ágústs Pálssonar, þar sem að notagildi og kröfur innri virkni stýra útliti og innra skipulagi, frekar en fastmótuð söguleg fyrirmynd með klassískum stærðarháttum. Líkt á Bústaðakirkja og Fell- og Hólakirkja mótast hönnun Glerárkirkju af þeim kröfum aðgengi, sveigjanleika og flókin innbyrðis tengsl vistarvera sem arkitektar nútíma kirkjubyggingar verða að leysa, en kynslóð Rögnvalds Ólafssonar og Guðjóns Samúelssonar þurfti lítið að velta fyrir sér. Í raun væri nærtækara að tala kirkjumiðstöðvar en kirkjur til að lýsa þessari gerð byggingar.
Og kannski einmitt Glerárkirkja eitt besta dæmi hér á landi breytt samfélagslegt hlutverk kirkjuhússins í nútímanum. Og það fallegt til þess að vita, þó ég viti nú að það hef ekki verið hluti af hinum upphaflegu plönum að það skulle vera starfandi leikskóli hérna í sömu byggingu. Þó að Glerárkirkja sé áberandi kennileiti í staðarmynd byggðarinnar norðan Glerár, þá tengist hún ekki beint ákveðinni skipulagshugmynd líkt og margar kirkjur Guðjóns fyrr á öldinni. Hún stendur þannig ekki við enda á götu eða upp af torgi líkt og Akureyrarkirkja eða Siglufjarðarkirkja. Hún stök bygging í nýrri útgerðarbyggð sem í raun skapar sitt eigið samhengi með því að vera eins konar hverfismiðstöð eða kjarni með fjölþætt samfélagslegt hlutverk. Þetta endurspeglast að vissu leyti í útliti byggingarinnar sem eins og samsett úr ólíkum byggingum ólíkra gerðar. Hliðarmálmurnar bera gluggaskipan vera þeirra húsa, en kirkjuskipið sker sig úr þeim í hæð og lögun líkt og sjálfstæð bygging. Í grein sem að Gísli Sigurðsson, ritstjóri, ritaði Glerárkirkju í lesbók Morgunblaðsins skömmu eftir vígslu hennar, taldi hann þetta að vera ósamræmi í formi og gluggaskipan og taldi það vera vissan veikleika í byggingarlist kirkjunnar. Það má eflaust deila, en mér virðist augljóst að hugmynd arkitektsins hafi einmitt verið svo að njörva ekki bygginguna niður í eitt samræmt heildarform, heldur hugsa hana sem samstæðu eða klasa ólíkra forma í takt við fjölþætt hlutverk byggingarinnar. Það í samræmi við þessa hugmynd uppbrot formsins að turn kirkjunnar sem sjálfstætt form sem skilur sig sjónrænt frá kirkjuskipinu sem hann áfastur við. Stöðluð form og kröftuga lárétta línur minna sterklega á hina tvo turna Akureyrarkirkju. Það að þessar margt ólíku byggingar eigi sér þennan samhljóm í formi og byggingastíl finnst mér vera afar skemmtileg söguleg tenging, sem að líka eru kannski ekki mörg dæmi hér á landi. Hér á undan hef ég leitast við að draga upp grófa mynd að þróun kirkjubygginga á Íslandi á 100 ára tímabili og draga fram fáein atriði í þessari þróun sem að mínu mati endurspeglast í gerð þeirra byggingar sem að nú fagnar aldarfjórðungsafmæli. 25 ár ekki hár aldur í sögu einnar byggingar og tíminn mun leiða í ljós hvaða sess hún mun svo öðlast í okkar byggingarsögu. En það má þó segja það að Glerárkirkja á nokkuð svafa verðugur fulltrúi fyrir sína samtíð og samtíð sem að skóp hana með samstilltu átaki og miklum fórnum, mikilli sjálfboðavinnu. Þetta var samfélagsverkefni að byggja þessa kirkju. Á sama hátt og kirkjan á Lögmannshlíð tala fyrir 19. öldina og Akureyrarkirkja fyrir samfélag kreppuárana þegar efni voru afar takmörkuð en markmiðin háleit. Glerárkirkja vönduð bygging og vel skipulögð, hagaleg umgjörð það góða starf sem hér fer fram og mikilvæg kjölfesta byggðarinnar hér norðan Glerár og líkt og Akureyrarkirkja gamla þá hefur hún öðlast sess sem tákn þessa byggðarlag sem líka afar mikils virði. Og ég vil svo að lokum óska Glerársson innilega til hamingju með þessu tímamót og þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Takk fyrir.